Komið þið sæl. Nú ætlum við aðeins að halda áfram að skoða neikvæðar tölur. Síðast vorum við að vinna með formerkin þegar þau standa hlið við hlið. Nú ætlum við að kíkja aðeins á margföldun og deilingu með neikvæðum tölum. Ef við rifjum aðeins upp það sem við vorum að læra síðast, þá vorum við með þessi formerki hérna þar sem þau standa hlið við hlið. Og það er munið að þegar plús og mínus standa hlið við hlið, eins og gerist hér í A-lið, að þá er mínusinn sterkari, þannig að við myndum í þessu tilviki reikna bara með mínusnum og skrifa 2 mínus 1, svarið er 1. Í B-lið, þar sem að 2 mínusar standa hlið við hlið, og þá var reglan svo að 2 mínusar hlið við hlið verða plús og svarið í þessu tilviki myndi vera 3. C-liðurinn er eitthvað sem við kunnum frá fyrri tíð, vænti ég. Margfalda saman 2 tölur, 3 sinnum 2, svarið er einfaldlega 6. En þá skoðum við þetta sem að kannski er nýtt fyrir ykkur. Hvað gerist ef við erum að margfalda saman eina jákvæða tölu, sem þristurinn er, og eina neikvæða tölu, sem er mínus 2. Skoðum aðeins betur hvað gerist þá. Ef við erum með plús tölu annars vegar og mínus tölu hins vegar, þá er reglan þessi hér. Þegar jákvæð tala og neikvæð tala eru margfaldaðar saman, þá svarir alltaf neikvæð tala. Og skiptir raun ekki máli hvort fyrri talan er plús og seinni talan mínus, eða hvort fyrri talan er mínus og seinni talan plús. Svo lengi að önnur þeirra er jákvæð og hin neikvæð, þá gildir þessi regla. Þar sem við reiknum bara 3 sinnum 2, það eru 6, og samkvæmt reglunni hérna fyrir neðan, og þá ætti svarið að vera neikvæð tala, þannig að svarið við þessu dæmi er þá mínus 6. Einhver kann að spyrja af hverju er þetta svona, og þegar þið reiknið dæmi 14.10 í heftinu þá væntanlega skýrist það fyrir ykkur, en það er líka hægt að sýna þetta með öðrum hætti. Ég ætla að sýna ykkur þá leið hér. Við getum skoðað þetta á talnalínu, að ef ég er með töluna mínus 2 þá er ég að fara frá 0 hingað yfir í mínus 2. Ef það stendur 3 sinnum mínus 2, þá þarf ég bara að færa mig mínus 2 skref 3 sinnum. Næst 1 sinni hérna, 2 sinnum og 3 sinnum. Og þess vegna er 3 sinnum mínus 2 jafnt og mínus 6. En eins og ég sagði, þetta komið líka til með að kynnast annarri útskýringu í dæmi 14.10 í heftinu. Við skoðum þá næst hvað gerist ef að 2 mínusar standa hlið við hlið. Rétt áðan vorum við að komast að því að ef ég margfalda saman 2 tölur, önnur er positív og hinn negatív, eins plústala og mínustala, og þá er svarið mínustala. Þannig að þessi tölu gera þá mínus 12. En nú erum við með 2 tölur og báðar eru neikvæðar. Þá er reglan svohljóðandi: ef 2 neikvæðar tölur eru margfaldaðar saman, þá er svarið jákvætt eða jákvæð tala. Þannig hér margfaldaði saman 2 sinnum 3, það eru 6, og svarið er bara komið. Þetta er ekki mínus 6, heldur jákvæð tala, þannig að svarið er 6. Og ef einhver kann að spyrja hvers vegna, þá vísa ég aftur í dæmi 14.10 B-liðin. Hann væntanlega mun sýna ykkur hvers vegna svo er. Ef við skoðum deilingu, að þá er hér 2 dæmi, og almennt gildir að sama í deilingu og margföldun. Það er að segja ef ég er með eina plústölu og eina mínustölu, þá er svarið mínustala. Alveg saman hvort fyrri talan er mínus og seinni plús, þess talarinn positífur og nefnarinn neikvæður eða öfugt. Svarið er alltaf þannig að önnur talan er jákvæð og hinn neikvæð, að þá er svarið mínus. Og hitt að ef að báðar tölurnar eru neikvæðar, að þá er svarið jákvæð tala. Þannig að við skoðum hérna A-liðin, mínus 6 deilt með 2. Ef við reikna 6 deilt með 2, það eru 3. Og samt því sem stendur hér að neðan ætti svarið að vera neikvætt, af því að önnur talan er neikvæð. B-liðurinn aftur á móti, 2 tölur, það eru báðar neikvæðar. Hvað gerum við þá?
Jú, svarið er einfaldlega jákvætt. Við reiknum bara 10 deilt með 5. Svarið er 2 og ekkert flóknara eða meira en það að segja. Við látum þetta duga fyrir næsta dæmaskammt í heftinu. Takk fyrir.